Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin í þennan þátt af taktíkinni. Sumarið er tíminn og þá fer fólk að huga að sumarfríum og annað. En þeir sem eiga börn í knattspyrnu fara að huga því hvaða knattspyrnumót eru framundan í sumar og þurfa að skipuleggja sinn tíma í kringum það. Við ætlum aðeins að kynnast því hvernig er að halda svona knattspyrnumót. Við fáum til okkar hér flotta gesti, annars vegar KSÍ og svo frá Eyjaskeggjunum í Vestmannaeyjum. Því að hver annar kann að halda svona fjölliðamót í íþróttum nema Eyjamenn. Við ætlum aðeins að fræðast það hvað á sér stað á þessum mótum, hæfileikamótum og svo bara hvernig samfélagið þróast og hvernig það er. Ég ætla að vona að það hafi gagn og gaman af þessum þætti njótið. Jæja, við erum fengið góðan gest til okkar hingað, þetta er Lúðvík. Þú ert starfandi hjá KSÍ. Hvað gerirðu svona, hvert er þitt megin hlutverk, svona ykkur rólega? Herðu, ég myndi segja ég væri með svolítið marga hatta á hausnum en einn af því ég er yfirmaður í hæfileikamótum og þjálfari U15 landsliðs karla og síðan er ég aðstoðarþjálfari hjá U19 landsliði karla og síðan hef ég verið að núna á þessu ári og undir lok síðasta árs hef ég verið að leikrinna fyrir Þorstein Halldórsson í A-landsliði kvenna. Ertu ekki með 24 tíma í sólarhringum eins og allir hinir? Jú, Áttu ekki verið einhvers staðar núna, veistu þetta leikrinna fyrir? Já, þetta er hluta starfinu, það er að koma hingað og spjalla við ykkur fótbolta og breiða út boðskapinn, en þetta er bara ógeðslega gaman og gefandi starf. Þú ert hérna núna á N1 mótinu á Akureyri, náttúrulega líka sem pabbi á mótinu, en einnig sem fulltrúi KSÍ í þessu hæfileikamótinu. Hvert finnst þið vera svona stærsta hlutverk þitt á svona mótinu, fyrir utan það náttúrulega að styðja strákinn? Sko, ég hef komið á þetta mót alveg síðan ég byrjaði starfinu hjá KSÍ og það er náttúrulega mitt starf, eins og ég sagði áðan, er yfirmaður í hæfileikamótum N1 og KSÍ, þannig að við erum í samstarfi við N1. Og þó að þessi strákar sem eru á þessum aldri núna séu ekki komnir inn í mitt starf þannig lagað, því að ég er með fókusa meira á fjórðaflokksaldurinn, þá lít ég á það þannig að þetta mót gefur mér svolítið góða mynd af því það sem er að koma. Þannig að þegar þeir ganga svo upp og halda svo áfram, þá veit ég að það eru búin að kynna mér svona nokkuð vel hverjir eru að koma og svona við hverjum að búast. Þannig að, og svo er þetta bara, þú veist, fylgjast með fótbolta, það er bara hluti af þessu starfi. Og mér finnst það ótrúlega gaman og gefandi. Er þetta mót á svona fjölda mörgum mótum sem haldið víðsvegar landið yfir sumartíma og jafnvel yfir vetrartíma líka. Er þetta stór hluti af hæfileikamótum bara hvers leiksmanns og liðs og bara knattspyrnu á Íslandi í heild eða? Já, 100%. Og ég myndi segja líka, þetta er bara hluti af því að þroskast. Þetta er ekki bara fótbolti því að einhverjir er að koma á sín fyrstu mót og er að gista í fyrsta skipti einhvers staðar annar staðar og þetta skiptir máli fyrir fótboltann 100%, margir leikir á stuttum tíma og þú sérð þá vaxa, þú veist, frá fyrsta leik, bara yfir mótið, þó þessi stundu komið þreyta alveg undir restina, en maður sér leikmenn vaxa og svo er þetta eins og ég segi, þú veist, þetta er ótrúlega mikill partur af því að þroskast bara sem persóna og sem einstaklingur, þurfa að takast á við gleði og sorg og gista frá mömmu og pappa og bara, þú veist, þetta er bara ótrúlega mikilvægt fyrir krakka á þessum aldri, ekki spurning. Sérðu mikla, þetta er nú þessu búin að koma í einhver ár sem líka bara sem starfsmann KSÍ. Sérðu þróun að verða? Finnst þú nú vera jákvæð í þessu hæfileika eða erum við bara svona búin að ná okkur plató og við erum bara kannski bara fastir það? Hvernig finnst þið þróunin vera svona? Ég held að þróunin sé þannig að við séum að sjá fleiri tæknilega betri leikmenn heldur en var hérna áður fyrr þegar ég er að koma upp og þú en svona maður sér kannski aðeins færri svona X-faktori sem maður kýs að kalla það. Það eru svona þessi sem eru svona yfirburða því að það eru orðnir svo margir öflugir. Margir góðir. Já, margir góðir og liðin eru farin að spila ótrúlega vel. Maður sér alveg svona mikla framfarir í því að þetta er ekki lengur bara boltinn niður langur fram og sá stærsti og fljótasti hleypur á eftir og skorar. Liðin eru farin að spila út frá marki og gera sitt best í því og þau reyna þó að hlutinni klikki og þú sérð oft á tíðum, við erum að tala um 5. flokk og þú sérð samt oft á tíðum alveg ótrúlega góða fléttur hjá þessum liðum þegar þau eru að spila sig upp völlinn. Þannig að ég held að það sé líka alltaf að verða betra og betra. Liðin eru að vera jafnari og þau eru að verða betri. En sjáðu kannski ekki líka, þegar nú hefur íslenska landsliðinu gengið þó nokkuð vel undanfarið, þó kannski svona brjósóttu tíma núna þessa dagana. En það leikstíll íslenska landsliðsins sem svo varst, þessi harka, sérðu þetta kannski líka bara endurspeglast alveg niður alla flokka í fótboltanum núna? Það er kannski erfitt að segja. Sumir
einhverjir eru að tileinka sér þennan stíl en við verðum auðvitað að halda í þessi gildi og það erum við auðvitað að reyna að gera í íslenskum landsliðum alveg frá A-landsliðinu og niður. Þetta er bara gildi sem skipta okkur máli og þú veist, í félagsfótboltanum þetta kannski stundum aðeins öðruvísi, þú veist, en menn eru samt að reyna, þannig að, já, ég meina, við verðum að hafa þessi gildi, af því að þegar leikmenn spila á Íslandi í félögum, þá eins og ég segi, fótbolti þar öðruvísi en það sem þeir eiga svo kannski að venjast þegar þeir koma inn í landslið. Þannig að þú verður að vera tilbúin að aðlagast því umhverfi sem þú ert í hverju sinni. Það er bara ótrúlega mikilvægt. En því nú þessi móti eins og segja haldin í Ísverðu landið. Þetta er í mörgum flokkum og bæði kalla og kvenna. Þetta hlýtur að hafa áhrif inn í heildarskipulag fótbolta, sko, bæði til vaxtar til framtíðar. Þessar stelpur sem í landsliðinu kvennabólta núna hafa vantarlega verið á þessum mótum hér ára síðan. Þessi mót eru ótrúlega mikilvæg og við erum alltaf að tala um það að skipti máli að fjölga leikjum. Á svona mótum fáum við mjög marga leiki á stuttum tíma og eins og ég talaði áðan, veist, þetta er ekki bara fótboltinn, þetta er líka bara þroskaferli, sko. Þannig að þessi mót, þú byrjar, þú veist, upp á Skaga og strákarnir byrja þar á Norðurálsmótinu og þú veist, þá er það stærsta í heiminum, sko, fyrir þeim. Svo fer þau til Vestmanni og svo koll Akureyri, þú veist, fyrir þá. Stelpurnar fóru á Símamóti, svo mótið á Króknum, þú veist, það eru Vestmannaeyjar sömuleiðis. Og þetta er alltaf hverju sinni, þetta náttúrulega bara toppurinn á tilverunni fyrir þessa krakka. Þetta er bara heimsmeistaramótið. Já, og allir vilja vinna og þetta, sko. Þannig að þetta skiptir máli, það er ekki nokkur spurning og fullt af liðum eru þetta líka farin að fara erlendis á stærri og sterkari mót. Þannig að og það er þá yfirleitt þegar þeir eru komnir upp fyrir þennan yngri flokka, þennan 5., 7., 7. Þannig að í 4. flokki, 3. flokki þá voru það að fara á Gothia Cup og eitthvað þess áttar, sko, Vilbjarg Cup og svona. Þannig að þú værir ekki að þessu ef þetta væri ekki að gefa þér eitthvað. Sko, þegar þú segir búin að koma á ennett mótið og þessi móti gennum tíðina. Sérðu þessa aðila sem voru kannski í topp 3 liðum á þessum mótum verða, sko, núna ertu með 15, er þessi strákar að skila sér inn í landsliðina að einhverju leyti? Já, það er alveg þannig, en það er líka þannig að það eru fullt af krökkum sem eru kannski ekkert endilega í sterkustu liðunum og keppa í bestu A-liðakeppninni. Þeir eru líka að koma og það er ótrúlega mikilvægt að þau átti sig á því að það er verið að fylgjast með þeim. Að þau séu ekki, þó ég sé ekki A-liðakeppni, þó ég sé ekki að spila úrslitaleikinn á N1-mótinu eða Norðurálsmótinu eða hvar það er, að þá er samt sem áður verið að fylgjast með mér. Og ég, skilaboð mín til þessara leikmanna sem eru kannski þeirri stöðu að vera kannski ekki í sterkasta liðinu, er bara, þú mun ná í gegn ef þú ert tilbúin að leggja það á þig. Og það er þau skilaboð sem ég kem alltaf áleiðis inn í hæfileikamótinu til þeirra leikmanna sem eru þar. Þar er ég með ótrúlega massa, mjög marga leikmenn og þó þú komist ekki inn í fyrsta skiptið eða annað skiptið, þá er ekki búið að loka hurðinni. Ef að þú ert tilbúin að leggja á þig alla þá vinnu sem þarf til þess að ná langt í lífinu, þá eru meiri líkur en minni að þú komist á endanum inn. Þetta snýst bara tímasetningu og þú verður bara að vera tilbúin að leggja á það. Þetta snýst líka bara þolinmæði og elju líka svolítið. Það er bara þannig og það eru ótrúlega mikilvæg skilaboð sem mér finnst að krakkarnir þurfa að fá. Vera bara stundu þolinmæð, halda bara áfram. Þetta verður upp og niður, þú veist, velgengni er ekki bara bein lína. Þannig að það verður mótleitið, þú getur lent í meiðslum, hvað ætlar að gera? Ætlar að gefast upp, segja bara, fuck it, þetta er búið. Eða ætla ég að rífa mig upp og reyna eins og ég mögulega get og sjá hvert ég get farið ef ég gef allt í þetta. Þannig að það eiga allir séns. Já, það er þessi elja líka sem hefur kannski einkennt okkur sem þjóð og sérstaklega knattspyrnuna. Það er þessi elja þrautseigja. Við höfum mýmörg dæmi að fólk meiðist eins og segir, Eiður Guðni slasaðist mjög illa, kornungur, rífur sig upp og kemur mjög sterkur tilbaka og fleiri dæmi þetta. Við höfum fullt af dæmi þetta og ekki bara úr fótboltanum heldur úr bara öllu sporti. Öllu sporti. Og þú veist, við sem þjóð, þú veist, við erum ótrúlega hugrökk og við einhvern veginn sjáum ekki hindranirnar eins og kannski sumir aðrir sjá þar og Íslendingar væri ekki búin að ná svona langt ef það væri ekki fyrir bara frábært hugafar, sko. Þannig að þetta, þú veist, og það skiptir í rauninni ekki máli hvort þetta er í íþróttum eða í öðru, sko. Ef þú ætlaðir að ná árangri í einhverju, þá þarftu bara að leggja vinnu í það, sko. Það er bara þannig. Pínu obsessed, sko.
En af því að sko, nú ertu þjálfari við 15 og hérna ert í þessu hæfileikamóti. Þegar þú lappar svæðið, finnst þér krakkandi þekkja þig, veit hverju ert, þjálfarandi kannski meira? Einhverju vita það. Kannski þjálfarandi kannski meira? Já, ég þekki orðið, bara í gegnum starfi er ég farin að kynnast ansi mörgum þjálfurum og það er frábært og tala mikið við þá og reyna að spjalla við sem flesta bara. Þannig að en svona þessi litlu, þau eru ekkert farin að þekkja mig strax. Nei, áttast ekki á því en þessir eldri, þeir eru aðeins farin að spotta þeim. Ég man bara þegar maður var sjálfur í þessu, þá var alltaf sko, þegar landsliðsþjálfarinn komið, þá bara upp með kassan og maður hélt bara áfram sko. Já, það eru sumir sem að vera pínu svona, og ég veit það alveg að þegar ég búið að koma mín á leik hjá til dæmis einhverju liði og þjálfarinn kýs þá að láta ekki vita því, sko, segja krökkunum ekki frá því, þannig að einhverju verða stressaðir og það hefur mögulega áhrif á frammistöðuna, þannig að það er kannski bara betra að maður láti lítið fyrir sig fara, þannig að maður sjái krakkarna bara í sínu ljósi. Já, í sínu náttúrulega umhverfi líka bara, þá ertu líka bara að sjá mannskapinn eins og hann án þess að einhver svona, það er kannski meiri læti að mamma, pappa og afa og ammir að horfa. Gæti verið, sko. Það er kannski meira áhrif á leikinn heldur nokkuð með einhverjum frá KSÍ. Já, það er kannski möguleiki, það er rétt hjá þér. Já, en eins og núna bara eins og þessu ennum móti, hvernig líst þér á móti núna í ár? 2000 keppendur hérna, þetta er mjög stórt mót. Já, þetta er, eins og ég segi, þetta er frábært mót og heimsmeistaramótið fyrir krakka á þessum aldri og margir mjög efnilegir, mjög flott lið þarna á þessu móti. Þannig að ég held að þetta sé ekkert að standa öðrum mótum að sporði eða hvernig maður segir orðað það, sko. Þannig að þetta er bara, þetta gengur allt vel og KM eiga hrós skilið þegar var náð að byggja upp þarna völlinn fyrir aftan, aðalvöllinn. Það tókst með bravúr, myndi ég segja, með vellina sem voru hérna áður. Kortir fyrir leik. Já, þetta var bara hörku vinna. Ég rölti hérna út á KS-svæðið bara kl. 11 á þriðjudagskvöldið, daginn fyrir fyrstu leiki og þá voru Sævar og drengurinn hans og fleiri starfsmenn KA að gera klárt. Þannig að það er auðvitað hellingur sem liggur á baki svona móti. Og það er bara, við höfum verið ótrúlega heppin með veður. Það rigndi einhverja 20 mínútur í gær undir lok dags. Það er bara rétt aðeins til að vökva gróðurinn. Já, akkurat, til að vökva gervigasið og svona. En þú veist, bara virkilega vel heppnað og ég allavega veit ekki annað en að minn sonur er til dæmis bara mjög ánægður og fyrir mér er það kannski bara það sem skiptir máli, þú veist, hvort sem ég sem foreldri sé sáttur við hitt og þetta, veist, það er aukaatriði, það er þeir sem skipta máli í krökkunum verður að finnst þetta skemmtilegt. Það er lykilatriði, sko. Af því þá bara skila það niður og það verður gaman fyrir hópinn sem kemur upp á næsta ári. Bara 100%. Og allt hefur þetta væntanlega það í för með sér að við eigum þá öflugra landsliðið þegar við horfum kannski 10-15 ára fram í tímann. Já, 100%. Er það ekki? Ég myndi segja það. Já, vonandi, ég held að bara þakka þér kærlega fyrir að gefa þér hérna tíma eins og mjög ég veit að þú döpt ekki maður með það sem þú taldir upp á hann. Stutt í leik. Stutt í leik, þannig að þú verður að drífa þig að hvetja strákinn. Það er bara takk æðislega fyrir að gefa þér tíma í þetta og virkilega gaman að hafa þér hérna. Takk fyrir að bjóða. Takk. Æðislegt. Já, flott.